Það var komið að 5. liða dagskrá fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar viðauki til máls tekur Heimir Örn Árnason. Forseti, bæjarfulltrúar, lagður í viðauki 3, það er Dan Jens Brynjarsson, sviðsstjóri fjárhagssviðs og Kristín Baldursdóttir sem sátu fund bæjarráðs í þessum lið. Viðaukinn komin vegna launakosta vegna forsetakosninga, samstarfssamninga við ríkið menningamál, breyting á álagningu gatnagerðargjalda, bættra sálfræðiaðstöðu listíkarunum sem kom sér aldeilis vel í gær og aukinnar fjárheimildir vegna gatnagerðar Móakurris. Útgjalda aukningu viðaukans 269,8 milljónir króna og mætt með lækkun á handbæru fé. Nokkur umræðu myndast með viðaukun á Móahverfi. Fljótlega kom í ljós að við gerum ráð fyrir 250 milljónum og þessar umhverfis- og mannvirkjaráð gerir fljótlega ráð fyrir áruna þetta í 350 milljónir. Síðan kom innspýting upp á 100 milljónir viðbót, þannig að vegna mannlegra mistaka þá voru einungis 250 milljónir áætlun, en komið upp í 450 sem við töluðum vera mjög jákvætt. Þannig að uppbyggingin í Móahverfinu greinilega að ganga vel og höfum fengið fréttir af því að séu bara mikill gangur síðustu vikur, þannig að ég legg til að við samþykkjum henni við ykkur hér í bæjarstjórn. Þá hefur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu og orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hef nú margoft staðið hér í þessum ræðustól síðustu 2 árin og rætt mikilvægi þess að halda vel utan uppbyggingu Móahverfis. Þar sem ef við rýnum í gögn að hlutfall þeirra lóða sem sveitarfélagi mun að öllum líkindum úthluta til íbúðaruppbyggingar á þessu kjörtímabili mjög hátt í Móahverfi. Það nánast bara í Móahverfi og einhverja lóðir sem þarf að endurúthluta í Holtahverfi og hefur verið skilað. Sem dæmi var áætlað í húsnæðisáætlun fyrir 2023 að tæp 80% íbúða úthlutað úr Móahverfi. Því miður tókst ekki að afhenda neinar þessum lóðum samkvæmt húsnæðisáætlun og verður þess vegna mjög fáar íbúðir í boði á Akureyri árið 2025 og 2026, þannig að það mikið sem liggur við. Samkvæmt fjárhagsáætlun þessa árs var dregið úr fjármagni til nýbygginga gatna tæp 5% milli ára sem raun mun meiri lækkun ef tekið tillit til hækkunar á vísitölu. Og svo upphæð sem sett var í Móahverfi var lækkuð frá fyrstu drögum framkvæmdarinnar. Þannig að ég tel þess ekki alveg rétt sem að formaður bæjarráðs segir að starfsmenn hafi fljótlega gert sig grein fyrir þetta var ekki nógu há upphæð. Þeir gerðu sér allan tíman grein fyrir því. En að einhver hluta vegna fór fjárhæðin úr 350 milljónum í fyrstu drögum í 250. Það sama var á teningnum ári áður. Einhvers staðar í ferlinu var upphæðum til nýbygginga gatna á Móahverfi lækkað. Það greinilegt að húsnæðisuppbygging bara alls ekki framarlega í forgangsröðinni hjá þessum meirihluta sem hefur dregið úr fjármagni til þessa málaflokks, þar að segja nýbyggingu gatna, sem að ég til að koma að öðrum mikilvægari liðum á dagskrá sem enda svo sjálfsögðu á viðauka sem þessum, sem hefði náttúrulega mátt gera ráð fyrir, en það verður náttúrulega til þess að annað af framkvæmdaáætlun fær að halda sér af því að þessi upphæð var lækkuð. Þannig að ég ætla að leggja fram bókun fyrir hönd okkar bæjarfulltrúar Gunnars, bæjarfulltrúar B-lista, Sunna Hlín Jóhannesdóttir og Gunnar Már Gunnarsson bóka. Það nauðsynlegt að gera þennan 200 milljóna króna viðauka við framkvæmdir í Móahverfi enda margoft verið bent á að ekki sé verið að setja nægt fjármagn í nýbyggingu gatna við Móahverfi. Samkvæmt fjárhagsáætlun þessa árs var dregið úr heildarfjármagni til nýbygginga gatna tæp 5% milli ára sem í raun mun meiri lækkun ef tekið tillit til hækkunar á vísitölu. Sú upphæð sem á endanum var sett í framkvæmdir við Móahverfi var lækkuð frá fyrstu drögum
og fór úr 350 milljónum í 250. Það er sérstaklega alvarlegt í ljósi þess að hátt hlutfall þeirra lóða sem hægt er að úthluta á kjörtímabilinu er að finna í Móakörfunni. Hér er greinilega ekki verið að forgangsraða í þágu íbúðaruppbyggingar. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir loki máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við erum búin að ræða svo sem innihald þessa viðauka víða. Ég vil þó sérstaklega fagna þessum salernisaðstæðum í Lystigarðinum, en mér langaði bara rétt aðeins vegna orða formanns bæjarráðs þar sem að þetta varðandi fjármagni í Móakörfu, að það hefði komið í ljós snemma á síðasta ári, allavega minna á það að við í minnihlutanum bentum á að þessi tala hefði breyst í draugunum áður en fjárhagsáætlun var gerð. Þannig að ég hef ekki trú á því að það sé allavega bara mannleg mistök að kenna. Við allavega bentum á að þetta vantaði sem var miður, en auðvitað er verið bara að laga það núna og vonandi gengur bara uppbyggingin vel, en á þetta eins og bæjarfulltrúi Sunna nefndi var ítrekka bent. Takk. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki máli sínu, orðið er laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs þess að geta samþykkt viðaukann, gefum merki. Það er 11.